Hver var kveikjan að myndinni Barnalandi? Sko, kveikjan var svo að við fréttum af mótmælabúðum sem átti að halda 2005 til að mótmæla Kárahnjúkavirkjun og ég hef aldrei komið þarna áður, aldrei heyrt þetta svæði og vissi ekkert neitt, þetta mál. En við vorum svo forvitin, það voru að koma mótmælendur frá útlöndum og svona og við ákveðum að fara að kíkja á þetta. Og svo bara þegar ég kem hann upp yfir, að þá þetta bara svo ótrúlegt landsvæði og svo magnað bara dýralíf og gróðurlíf og náttúra. Þannig að ég var bara ástfangin. Það gerðist eitthvað inn í mér. Og við vorum með myndavél, vorum að taka upp mótmælin og eitthvað svona, þannig að þá eiginlega bara hugsaðum við, já, kannski gerum við bara mynda með það, því ég veit að ekkert margir Íslendingar hafa komið upp yfir, eða allavega ekki þá. Sko, við erum bæði með myndir mjög mikið af myndum af Kárahnjúkasvæðinu og því sem farið undir og bara svolítið svona óður til þessi landsvæði sem ekki lengur til. Og svo erum við með mikið af myndum af landi sem í hættu út af nýrri áætlun nýtingu og orku á Íslandi. Og við tölum fólk sem hefur verið að berjast gegn því að land sé eðlilegt fyrir orkuframleiðslu. Og bændur og svona fólk sem kannski heyrist ekkert rosa mikið í fjölmiðlum og hefur ekki hátt en elskar landið og býr á því. Skandall að 2 pólitíkusar, Halldór Ásgeirsson og Davíð Oddsson, getur stolið heilli á. Það var eiginlega þannig að við urðum bæði, ég og sá sem gerir myndina með mér, mjög virk í umhverfisbaráttunni fljótlega eftir að við komumst að hvað var verið að gera fyrir austan. Og þá kynntust við bara þessum bændum sem voru okkar máli og sem voru sammála okkur og sammála þessu málstað. Og þannig eiginlega bara leiti eitt af öðru. Við völdum fólk sem var svona hógvært en samt með rosa sterkar skoðanir sem okkur fannst svolítið mikið synd að væri hvergi að komast á framfæri. Af því þetta er fólk sem þekkir landið rosa vel og er í miklum góðum tengslum við jörðina og náttúruna og umhverfið sitt. En það þarf alltaf að lófa fyrir hagnar sjónarmiðum og stórum áætlunum alls konar risaverkefni. Það er svo einkennilegt og það er eiginlega fráleitt að það skuli svo fáir vera tilbúnir að standa upp því til varnar sem þið þykir vænst Það var svona nokkur sjónarmið í gangi hjá okkur. Annars völdum við svæði það sem er svo til dæmis á Suðurlandi við Þjórsá, það sem bændurnir hafa flestir allir tekið sér saman. Og svo náttúrulega fyrir austan eðlilega því það er land sem er búið eðileggi. Það er Kárahnjúkavirkjun er stærsta inngrip mannsins í náttúru á Íslandi, bara í einni aðgerð. Þannig að það fannst okkur bara rosalega mikið þessu virði að fjalla Og síðan veldum við svona hálendi, eins og til dæmis Torfajökulssvæði sem okkur öllum dálítið kært, það eru landmannalaugar og Friðlandafjallabaki og öll þessi svæði sem við þekkjum öll rosa vel. Og mér finnst bara svo mikilvægt að koma þetta skila til Íslendinga að þetta er raunverulega að gerast því það er fólk sem er alveg sama þetta land. En það var rosa mikið svona mótivasjón líka bara að sýna fólki þetta er raunverulega að gerast. Það er raunverulega að vera að eyðileggja náttúruperlur sem eru miklu meira virði heldur en það að framleiða rafmagn, sko. Það er ekkert auðvelt að gera myndi efni sem stendur manni svona nærri. Og við vorum alveg ofslega involverið í umhverfismálin. Og svo er þetta líka bara svo vonlaus barátta. Maður sér maður er passion fyrir og maður sér að vera að eyðileggja náttúru Ísland sem allir Íslendingar elska. Ég svo þekkir engan Íslending sem elskar ekki náttúruna á Íslandi. Það er bara einhvern veginn okkur í blóð borið. Hvaða áhrif heldur að myndinni eftir að hafa núna? Ég er ekki að reyna að vera með eina áróðsmynd eða neitt þannig, alls ekki. Og ég held þetta ekki eftir að snúa fólki sem vill byggja upp stóriðju hérna. Ég er ekki að vonast til þess. En ég er kannski að vonast til að svona almennt séð fólk á Íslandi átti sig á því að þetta er raunverulega að gerast. Það er ekki þannig að Bandaríkjamönnum þykir ekkert vænt landmannalegur, okkur þykir það. Og svo langar mér náttúrulega bara til að koma röddum þessara bænda á framfæri sem eru í rauninni verið að kúga þá. Þeir þurfa að bregða búi, sumir af þessum bændum sem búa þarna, þessar framkvæmdir að fara fram. Ég held að það skiptir engu máli hvar maður stendur í pólitík. Þú lætur þig náttúruna varða.
það allir Íslendingar með skoðun á náttúru Íslands. Af því við erum bara svo mikið náttúru fólk og þetta svona okkar stolt. Við tölum alltaf með náttúruna. Þegar við fyrir til útlanda, við tölum útlendinga alltaf náttúran svo falleg á Íslandi og já, við látum okkur þetta varða. En við erum ekki nógu duglega að vernda hana. Við erum ekki nógu duglega að standa upp og tala máli náttúrunar.